Í samlagningu og frádrætti brota getum við ekki lagt þau saman með beinum hætti nema nefnararnir séu eins. Við þurfum því að finna samnefnara og lengja brotin þannig að nefnarar þeirra verði samnefnarinn. Við skulum byrja á A-liðnum. Hérna í A-liðnum höfum við samnefnarann einfaldlega margfeldi hinna nefnaranna. Við reiknum það ekki beinlínis út, ekki strax allavega, heldur skrifum við bara margveldið svona. Nú, fyrra brotið inniheldur þáttinn x + 1, sem er hér. Hins vegar vantar í fyrra brotið þáttinn x - 1 og því lengjum við fyrra brotið með þeirri stærð, þar að segja x - 1. Nú fáum það 3 sinnum x - 1. Hér kemur svo plús. Nú, í seinna brotið vantar x + 1. Við erum hérna með x - 1. En það vantar klárlega hinn þáttinn, þar að segja x + 1. Svo við margföldum tvistinn með x + 1. Svona. Næsta skref er að einfalda teljarann. Það gerum við einfaldlega með því að margfalda upp úr sviðunum. Nú 3 sinnum x eru 3x, 3 sinnum -1 eru -3, 2 sinnum x eru 2x og 2 sinnum 1 eru 2. Í þetta deilum við svo með samnefnaranum. Svona einhvern veginn. Nú við drögum saman líka liði. Við fáum hérna 3x + 2x sem að hljóta að vera 5x. Svona. Og hér höfum við -3 + 2 sem að hljóta að vera -1. Nú, nefnarinn er eftir sem áður x + 1 og x - 1. Svona. Nú, teljaran er ekki hægt að þátta, að minnsta kosti ekki þannig að hann innihaldi neinn af þáttunum niðri. Þannig að við skulum þá bara margfalda upp úr nefnaranum. Teljarinn verður sem sagt 5x - 1. En samkvæmt samlokareglu verður nefnarinn x - 1 og lokasvarið er því komið. 5x - 1 deilt með x - 1. Nú í B-liðnum eru sýnilegir þættirnir x - 4 og x + 2. Nú það vill þannig til að nefnarinn í miðjunni inniheldur einmitt þessa þætti. Ef við þáttum þennan nefnara hérna þá fáum við einmitt x - 4 og x + 2. Svona. Nú það liggur því í augum uppi að rauði nefnarinn sem ég var að skrifa er heppilegasti samnefnarinn
vegna þess að hann inniheldur allar tegundir af nefnurum sem koma fram í þessari almennu upptalningu. Svo við setjum því upp nýtt brot og höfum nefnara þess einfaldlega þann rauða, x mínus 4 og x pluss 2. Nú, ef við skoðum fyrsta brotið, þá inniheldur nefnari þess x mínus 4, en hins vegar vantar x pluss 2, svo að við lengjum fyrra brotið með því sem vantar, nefnilega x pluss 2. Nú, við höldum áfram. Í þennan nefnara hér vantar ekki nokkuð skapaðan hlut. Þannig að teljarinn í þessu hérna broti, sem við gerum bláa kassan utanum, má koma algjörlega óbreyttur. Þannig að við leggjum hann bara við í heilu lagi. X í öðru mínus 5x pluss 16. Svona. Nú að lokum skulum við skoða þriðja brotið og þar sjáum við að við höfum þáttinn x pluss 2 en hins vegar vantar þáttinn x mínus 4. Við verðum að halda mínusinum sem er hér og við skrifum því x mínus 3 sem er upprunalegi teljaran en lengjum hann með x mínus 4. Svona. Nú þá erum við komið með þetta heljarana brotastrygg. Nú næst skulum við einfalda teljaran en við skulum láta nefnaran algjörlega eiga sig í bili. Nú, markveldið upp úr 2 fyrstu sviðunum verður x í öðru pluss 3x pluss 2. Næst skrifum við þessa 3 hérna liði óbreytta pluss x í öðru mínus 5x pluss 16. Svona. Nú, markveldi þessara tveggja sviga verður x í öðru mínus 7x pluss 12. En þar sem það er mínus fyrir framann, þá fáum við mínus x í öðru og í stað þess að hafa mínus 7x höfum við pluss 7x og í stað þess að hafa 12 þá höfum við mínus 12. Í þetta deilum við svo með samnefnaranum sem við skulum ekki eiga við strax. Ekki í bili í það minnsta. Nú, næsta dagskrá er að einfalda teljaran. Hér höfum við x í öðru, 2x í öðru, x í öðru. Svo hafa þetta rautt núna, þetta er sem sagt x í öðru. Næst skulum við taka saman x-in, hérna eru 3x, mínus 5x að gera mínus 2x, pluss 7x að gera 5x. Við höfum sem sagt x í öðru pluss 5x. 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 5x.
Já. Og að lokum höfum við hérna 2 pluss 16 sem gera 18 og 18 mínus 12 sem gera 6. Nú, nefnarinn helst óbreyttur og hann verður x mínus 4 sinnum x pluss 2. Nú, þá spurningin, dæmið full einfaldað? Það getum við séð og úrskurðað af eða á með því að þáttateljaran, þá þurfum við að finna 2 tölur sem margfaldaðar saman gefa okkur 6 en lagðar saman gefa okkur 5 og það eru auðvitað þættirnir x pluss 2 og x pluss 3. Nefnarinn inniheldur x mínus 4 og x pluss 2 og nú sjáum við að x pluss 2 er sameiginlegur þáttur og við styttum hann því út svo niðurstaðan verður x pluss 3 á móti x mínus 4. Svona, þá er þetta komið.